Góða kvöldið, áhorfendur á Valnetinu. Nú erum komin í úrslitin fyrstu deildar karla og kvenna, þriðja og síðasta umferð. Úrslitin munu ráðast í kvöld, hverjir verða Íslandsmeistarar liða. Ég þekki þetta allt saman sem við förum yfir, ég vonast að ég ætla að vera hérna í kvöld. Sennilega koma alveg rosalega læti inn í streymi að það er bara kraftfullt hús hérna af endalausum barnaafmælum og við reynum bara að lifa með því. En förum að segja streymi á brautu 19 og 20 verða Valkyrjur á móti IRTT, þær spila í mediumburðinum, og á 21 og 22 eru þá PLS og IRL og þeir alltaf spila í langa burðinum. Deildi langa og kannski aðeins að rifja hann upp hvernig hann lítur út. 46 fett, alveg þrælmikið af olíu, tæplega 34 millilitrar og ekki oft held ég sem við séð einhverja vera að spila í löngum, þannig að þetta verður mjög skemmtilegt að horfa á leikinn í kvöld. Rétt til upprifunar á mediumburðinum ára þessi. Þetta er eitthvað sem ég þekki mæta vel, þessum að fylgjast með keilu. Staðan var þannig að PLS er komið með 20 stig á móti 8, þarf í rauninu bara 1,5 viðbót til þess að ná titlunum, þannig að ef þeir taka 2 stig í fyrsta leik þá væntanlega stoppa þeir bara. En TT er síðan yfir hjá konunum. Þar er staðan 17-11 fyrir IRTT. Þær þurfa því 4,5 stig í kvöld til þess að tryggja sér titilinn. Og við vitum að það er oft ekkert endilega betra að þurfa að fá stig, af því að ef andstæðingur byrjar bara mjög sterkt þá getur hann farið að ná í stiginn bara mjög hratt. Það er þetta út úr þessu núna og kemur inn á eftir þegar við sjáum uppbytun að fara í gang og hvort að og hann er bara að byrja greinlega uppbytunin. Við skoðum þá hvernig við ætlum að stilla upp. Þannig að stilla upp. Valkyrjur, þá er það Katrín, Helga og Víka sem byrja. Og TT er það þá Linda, Guðni og Nanna. Byrja þannig, þær rótera. Á kallanum er það þannig að PLS, Gunnar, Hafþór, Mikki. Í þessar röð þeir eru á heimaleiknum. Og IRL, þeir eru alltaf að spila þetta
Tristan Hinrik Skúli. Náttalega og giska á það því að þeir eru svolítið að snúa boltana meira heldur en Adam og Tóti. Það er alveg töluverður fjöldi af fólki hérna frá sem er gaman fyrir utan náttúrulega barnaafmælin sem eru hérna í gangi og heyrist vel í þeim. En hér er alveg pláss fyrir fleiri til þess að koma og hvetja sér flýg. Svo mæli ég nú með að kíkja líka hérna á Instagram hjá Keilusókvöldunum, fara bara inn á Instagram og finna það. Og hérna hér er verið að reyna að búa til alls konar myndar og læti fyrir það. Pabbi sagði að við mig hérna á göngunum á mánudaginn. Ég var svona aðeins að reyna að hlýra hvað þeir ætla að gera í kvöld. Og sagði hann að þau væru svo sem að ræða þá hvað þeir ætla að velja. En hann giska á að myndi taka okkur á langabörðin og kannski svona upp á ákveðið sport að spila alla þrjá leikina í öllu þremur burðunum. Kannski eins og minna á að fyrsti leikurinn höfum, hann var í stuttum. Leikur 2 á mánudaginn, hann var í miðjum burðunum. Og þá kláraðir olíubókina með að fara langa. En stelpunir spila bara allir miðjum, það er eiginlega búið að spila bara alla deildina í miðjum og tilgangslaust svo sem að vera að breyta út frá því. Uppbytun er rétt rúmlega hálfnuð. Þið sjáu kannski einnig á Valkyrjunum að þá eru þær alltaf 4 að hita upp, þar sem aldrei spólaði með. En TT, PLS og L, allir eru bara þeir 3 sem eru skráðir sem eru að hita upp. Svo við talum eitthvað smá hérna meðan við erum að klára hérna uppbytuna fyrir ykkur sem er að spila keilu. Það er flestir sem horfa á þetta sem eru að spila keilu, í deildarliðunum. Þá er hérna alveg opið fyrir endurskráningu liða fyrir næsta tímabil. Það mun koma inn frétt inn á hlýsíðuna bara á allra næstu dögum. Og
Í þeirri frétt verður kynnt smá breyting á tillögum á leiktíma hérna upp í Eyjafirði. Verður sannlega ekki brjálæðislega vinsælt, en staðan einfaldlega bara þannig að húsið skaffar okkur tíma sem að við verðum bara svolítið að taka. En þá verður nú ekki að breyta öllu hvaða dag eða klukka hvað við spilum að rætta gaman í keilu. Það verður bara svona skemmtilegt eins og við sjálf viljum hafa það, sko. Það er bara síðasta mínútan að klárast hérna í uppbytuninni. Þegar að þessu kvöldi lýkur þá svona megin dagskráni lokið þetta tímabili. Það er síðasta umferðin meistarakeppni ungmenna eftir. Hún verður núna í maí. Svo verður þingkeilusambandsins líka haldið í maí. Samkvæmt venju. Þá er uppbytun lokið. Allir samkvæmt góðri venju að óska hver öðrum góðs gengis. Þetta er fyrir að fallu. Setur vonandi bara tóninn fyrir kvöldið. Konar með 9. Skilur 9 eftir. Linda svarar. Tristan með 9 líka. Skilur 10 eftir. Við leiðum þess að rúlla og kemur inn á eftir.
Ef við skoðum hérna kvennamegin þá staðan þannig að Katrín og Linda eru tiltölulega jafnar. Linda þá með opin ramma í 7. Helga töluvert 10 pennum yfir Guðnýju með Hellu í 7. Líka með 7 feikju hérna. Það er að stilla upp á 20 Guðnýju. Svo að Nanna eftir að gera, hún er cirka 10 pennum yfir Stráka megin. Það er PLS einhverjum 20-30-40 pennum yfir í leiknum. Nei, miklu meira, 60. Ég er allir með 2 í 7. Gunni er með 2 fjallar í röð. Og kemur svo 3. Það eru komið 5 í röð. Mikki með 2. Það er alltaf bara að klára þetta núna í þessu leik sem að var svo sem viðbúið. Dreifur hann aðeins yfir og 6 og 10 eftir. Það var að bíða eftir hérna uppstillingarnefndinni á braut 20. Félag á þessu. Það er kannski svolítið áhugavert val hjá PLS að taka langa. Ég held að fáir á að spila í þessu. Fórst þú að biðja að bæta? Það er svo bara, veit enginn hver var að fara að biðja eða hvort ykkur var að fara að biðja að stilla upp á 20. Þetta er búin að vera að biðja. Þetta
Þetta eru 110, 20, 130 pinnar sem PLS er yfir. Og búið að stilla upp á 20. Konurnar eru farin í 8. ramma núna, 3.81 á móti 3.47. Reyndar hérna allar titilmegin opið. Þetta er svona tiltalega jafnt. Sterk fella hjá Katrínu, hangir hún í Lindu. Þetta er 4. glannan hjá Gunnar í leiknum. Ekki að skipta alveg þetta máli. Sjálfséð miss hjá Mikka á stöngum pinna. Helga tengir líka. Gunnarsbergur 167. Kristoffer aðeins yfir. Hann þarf að ná þessu til þess að taka stíð eða eitthvað.
dreifingin í vasan. Þetta var í 2.21 ef hann lokar þessu. Fyrsta loka komin í 168. Fyrsta stíði fer þarna yfir til L. Það loka þessu. hjá Tristan. 3 glöfnur í leiknum lokar 2 ræðum. Það er klárt að 21. Já, þessi fór út í rennu og skoppaði. Hinrik endar í 134. Mikil okkar er að fara í 201. Það var einn í hérna kurteisisklappinu, Ingi tók undir. Og þar koma IR PLS eru Íslandsmeistarar liða 2026. Það eru bara fókus á kvennaleikinn. Aðeins ötulega mjög upp. Staðan er þannig að Linda kom með 2 fellur 8. og 9. og er svona á 10 pennum yfir Katrínu. Helga er komið með 3 í röð og er taka Gunju. Til að klára það, þá er Nanna einhverjum 30 pinnum yfir Mingu. Þetta er svona 2-2 eins og staðan er.
gæti verið að fara 3-1 fyrir hérna Kemur alltaf beint í bjórinn. Þetta er smá Já. góður. Það verið, ég setur líka Íslandsmet. Það verið enginn orðið Íslandsmet með færri stið en ég. Linda tekur föllin í 10. þannig að hún er að tryggja leikið sinn. Og þetta er svona 10 punna forskot í heildina sem stækkar sem bara núna. Ja, 9. Já, Linda er að fara í til 12 á móti 190 og 1 sirkabot. Þetta er það að fara laðbúin að banta með eitthvað annað en kúku, veistu? Já. Guðni endar í svona 160. Helga fær 7 glennu þarna. Það er bara í þá 197 ef hún tekur 2. Það er með 9. Er það í 5.36 á móti, það tekur bara eina, á móti 5.21, 15 pinnar og Nanna með fellu í 9. Þannig að þetta er að fara líklega 3-1 fyrir tíðjum. Það eru ákvæmlega í 20 stig. Nanna gerir, fer yfir, tekur 8. Hún er komið með leikinn sinn. Líka endar í svona 166, max 67. Nanna á að búa til rennu, upp úr og tekur velli. Spjaldalón Eiríksstærinn til þess að leiða þetta. Já, alveg við áttum með hana. Þannig að hún sér bókaldið. Reikilegindi hjá flug í fyrramóli, við varum alltaf með eitthvað. Já, ok, sjáumst. Herru,
Hann får láta rulla. Vi snackar med Nyköping hade Så är det. Við erum bara hérna, herðu, Hafþór, Já, bara eitt leik. til hamingju með Já, við titilinn. þurftum bara einn. Það er einfaldara fyrir mig að spyrja þig, heldur en ég fara að hérna grúska eitthvað í tölum. Númer hvað er þessi? Heildartitill eða liðatitill. Liðatillinn fyrir PLS. Veit ekki alveg. Ég hugsa hann sé númer, sko, hann hefur verið tekinn af PLS án mín. Já. En síðan ég kom 2012, það eru 14 ár síðan, þá held ég þetta sé. Ég þarf að fara í bækurnar og skoða hvað PLS er búið að landa svo oft. Ég held þetta sé örugglega 7. kannski. Ok. Eða 8. Ég veit það ekki. Hérna, ef einhver hefði þorað að veðja gegn ykkur fyrir þennan úrslitaleik, þá var ég til að hitta þann mann. Og hérna, af því að þá hefum við allar mjög hugar að fara að veðja á móti ykkur. Af því að þið takið þess að deildarkeppni sjálfa með hvað 12 stig réttæflega meðaltal í umferð. Já. Sem er bara... Ég held að það hafi verið 50, hvort það er náð 50 stigum í annarsæti. 46 eða eitthvað. Já, ég reiknaði þetta út hérna fyrir því að var að gera þann alveg í lokinu og þá var það 11,9 stiga meðaltal í leik sem er bara störtlað. Já, það er bara rosalegt. Þið styrkið ykkur pínu fyrir tímabilið, pínu, Já. og mikka inn. Já. En hann er ekki einn að gera þetta, þið þurfum að gera þetta líka. Nei, hann er ekkert einn að gera þetta og þú veist, jú, við styrkjum okkur með mikka, klárlega, og veikjum sterkasta liðið sem var á mót okkur töluvert. Það er náttúrulega hverfur okkar helstu mótferjar sem voru stórsetin. Þeir detta bara alveg út. Þeir detta bara út, þannig að sko mótspyrna var minni. Já. En þú veist, við erum, jú, það er verið rétt, við styrkjum okkur, en þú veist, Einar og Gunni voru báðir svona, þú veist, allt í lagi vetur, þú veist, þeir voru ekkert, en Mikki náttúrulega bara var bestur í deildinni og svo var ég bara næstur eftir hún. Já, Mikki er náttúrulega bara allt öðru leveli heldur en vel flestir í þessu. Já. Og kannski við báðir í ár, vorum hana í smá sérflokki. Já. Hérna, ég veit, sko áður en deildin byrjar, þá þykist ég vita það að þú og þið viljið vinna. Það er ekkert annað sem kemur til greina hjá okkur. Já, við höfum alltaf viljað vinna. Í ár var þetta kannski svolítið svona, því að maður heyrði svona tjatt, sko, þú veist, við fengum Mikka og hvað á ekkert að gera þetta spennandi og þetta er bara leiðilegt fyrir alla hina og eitthvað svona, eitthvað svona bull, sko, fyrir, þú veist, sem að fólk sem segir sem að nennir ekki á æfingu, sko. Já, þá kemur okkur inn á það sem ég ætlaði að svara þessu, sko, þá þáttu bara að fara á æfingu. Já. Við vitum að þetta er erfitt í þessu húsi, en þetta er bara veruleiki sem allir búið. Já, þú veist, og líka bara alls konar hlutir sem að, þú veist, maður kemur henni óvart með, sem menn sem að þrátt fyrir að, þú veist, sumir æfi, sko, þá bara þeir ekki að æfa réttu hlutina sem að kemur ef þeir vilja vinna deildina, sko. En sko í ár var þetta kannski svona fyrsta skipti sem við leiðum eins og ég varð að vinna. Ok. Og við töpuðum undanúrslitum í bikarnum og það var eiginlega bara svolítið sjokk, sko. Þú veist, það var eiginlega bara svona, getum við ekki bara labbað í gegnum þetta allt? Já. Þannig að við mættum eiginlega alveg svolítið dýrvitlausir í þessa keppni, sko. Ok. Móti kemur svo finnst mér að bikar er alltaf bikar og hann er þannig að hver sem getur basically unnið. Þetta er bara ein viðureign og... Já, það er það sem er skemmtilegt við hann, sko. Og þá, eins og þið, þarna kannski ég sá ekki leikina, þá kannski eru þið ekki alveg rétt skrúaðir inn í leikinn og bara... Nei, einmitt, við áttum smá svona, þú veist, downleik og mættum bara fínu liði frá, þú veist, lærlingar eru bara góðu spilarar og þeir voru bara að spila vel og þetta fór í bráðabana, við töpum bráðabana og þú veist, það er bara nákvæmlega svo þú segir, það getur allt gerst. En þetta var samt svona, þetta var svona
alveg svona pínu sjokk fyrir okkur og líka það var alltaf hangandi á mig smá að geta ekki unnið Mikka í fyrra Já, fengið hann yfir já, og tapað með honum í ár. Það var bara eiginlega ekkert í boði fyrir mig, sko. ok. Það veist, þannig að ég fann svona smá pressu á sjálfum mér og kannski var það þess vegna sem að ég steig svolítið upp í þessar úrslitakeppni og þú veist, Já, ég virkilega vildi vinna, sko. já. En ég vil alltaf vinna, ég hata að Já, tapa. já, ég held ég þekki alveg nóg vel til þess að vita það. Þú fær ekki neitt mót bara svona til þess að vera með, sko. Nei, Ef við að tala um það, því þú talaði við mig hérna á mánudaginn þegar ég var eitthvað að reyna að hlera hvað ég ætla að gera í kvöld og sagðir langi. já, Þetta svolítið skemmtilegt að taka sko stutta að fara svo í metum og svo í langa. já, við erum búin að gera þetta núna síðustu ár, sko. Já, Svona, stundum, við höfum gert þetta óvart, svo höfum við gert þetta viljandi, svo hefur þetta verið valið, þú veist, að móta okkur, af því að við veljum náttúrulega ekki, þú veist, við völdum ekki, við vorum ekki deildarmeistarar fyrir það, þannig að við fengum bara að velja einu sinni, þannig að þetta fór, já, þeir völdu stuttan aftur, en við höfum svona, okkur finnst þetta að vera svolítið svona true champion, sko, spilar í öllum börðunum, já, þú veist, en ég er ekkert viss um að höfum tekið þennan burð ef þetta hefði verið jafnt. Ef að þeir hefði rústað okkur í medium, já, þá hefðu við örugglega að fara aftur í stutta, sko. Já, þú veist, með 12-2 í bakinu, sko. já, En af því að þetta var þannig, við þurftum 1 stig eða 1,5 til að garantera það, sko. já, Þú veist, 1 stig og ekki tapa með 300, það var í rauninni, sko, það sem við þurftum. Þannig að við ákveðum bara að fara í langa og þú veist, við treystum bara því að við erum, við kunnum að spila keilur, skilur við, já, og já. við leystum það bara vel. Ég held að það hefur sýnt það alveg. Þeir voru bara í smá basli. Já, enda líka bara hvernig skæðilega svolítið brött brekkan hjá þeim, sko. Já, já, algjörlega, og þú veist, og það er eiginlega óþægilega að mæta í svona leik svona mikið yfir heldur en að vera í jöfnu einvígi þar sem að þú bara ert að berjast, sko. Já, við höfum séð það Við lendum líka í svona móti lærlingum í undanúrslitum Já, að við fáum 4-0 í bak, sko, í fyrsta leik. Já, við höfum nefnilega séð hérna viðureigningu sem er núna í gangi á stelpunum að hérna það er alveg komið fyrir áður að TT sé svona þægilega að gæsalappa yfir Já, og Valkyrjur eru alltaf Valkyrjur. já, já, Þær bara mættu, brjálaðar og unnu. einmitt. En árið við sleppir aðeins að því ég veit að ég ætla að taka hérna smá fund í stóra Já, fundarherberginu já, frammi. aðeins að ræða þetta. Hvernig heldur að þessi leikum farið hjá stelpunum? TT var 17-11 Já, yfir, tekur 17-11 og 3-1 fyrir Valkyrjum í fyrsta. Nei, fyrir TT í fyrsta. Þannig að það eru við konar í 20. Já, bara, þá var ég Klárar bara ekki því þessa? miður að segja að ég held að þetta klárast í þessum, sko. Ég held að vera alltaf ein sem að taki, eða sko, hvort það er hætti, en ég held að TT taki 1 stig í þessum og Já, síli þetta, Það var þetta komið. en hérna, það er aldrei að vita. Aldrei að vita. Það verður vonandi spennandi, það er skemmtilega fyrir alla aðra. Já. Herðu, ég ætla að sleppa ára fund. Já, takk fyrir það. Til hamingju Takk fyrir og til hamingju á liðið. Takk, ég skila því.
Ég er á varamannabæk. Já. Stjórn. Já. Þeir eru með þetta. Flóru. Já, já. Ég veit. Það kom þetta. Það lappaði einhver hérna. Slökna ljósið? Já, ég veit. Já, ef fólk lappar inn það sem að keilurnar eru. Bara inn á milli brautarna. Það slekkur á. Bara til þess að fólk lendi ekki í vílinu.
hvernig er það? Já, Nei, það er vel. Skoða þetta bara eftir. Já, Þetta er meira verða sem þau heldur nokkur.
þá er að skoða stöðuna hérna á stelpunum. Leikur 2. Staðan eftirvarandi. Katrín er að vinna sínleik, það er báðum að opna Bókarama í 8. 148 mútið 121. Helga með opið 8. Mynda að loka, mynda með 142 mútið 114. 30 opinnar. Guðni er bara búinn að kynda vel í fellurlestinni. Komið með 6 fellur í röð. 178, 88, 13 bónus. Móti 150 og 146 er bót. Heildin er því 441 móti 418. Þetta var svo komið í 20 stig. Var 1,5 út af þessu. Hún hitti pinnan, en ekki nóg. Annar vikinn, 141 á móti 157. 16 pinnar, það er brekka. Helga, 7 glanna, 4-7-10. Þannig að Lind er að svolítið framan á, það er fjarkanettir. Okkur á þessu 171 cirka móti 123. Það er komið í hús. Svo Guðni sé á þarna 6 föllum í röð, þá byrjaði Hafdís á 3 og svo feikja fölla 9 feikja í opið. Ok, 4-7. 10 lag niður hjá henni. Guðni yfir og fær 9. Það var samlega rautt og þetta líka. Þannig að það er nú bara staðan að Guðni 33 pinnum yfir fyrir síðasta ramma. Þannig að
Nýjar TT eru bara Íslandsmeistarar. Það er ekkert hægt að snúa því neitt við. Þeir eftir. Þessi leikur er bara 3-1. Útbolti þarna í kotturinu. Hún tekur þetta stig fyrir Valgerður. Já. Annað endar í 160. Katrín í 187. Og Linda undir þessu niður. Helga, hérna fyrir mér ásann og þetta bara seint eins og stundum hjá manni. En svona vanalega ætti þetta að fara kannski 3-1, 2-2 eins og 3-1 fyrir Valgerðu eða 2-2. Það er bara Guðni að gæta nú svaka leik hérna þegar hún kemur inn. Og náttúrulega Linda líka búin að vera að spila ekki vel. Hún er að fara í 413. Til þess að 2 leiki. Valgerður fagnar bara mjög vel, sem það er. Hún á að gera það. Linda. Það er svo beint fram hún á að skilja út sjöna 200 stig, 4-12. Helga í 150. Guðni. 5 eftir. Hún var að fara svona 2.35 og nærri sig niður. Hörkuleikur hjá henni. Nýju þarna. Já. Við lefum streyminu náttúrulega að lifa inn í gegnum verðlaunaafhendinguna. Þetta er örugg síðan. Þá kemur klappið. Guðni með hörkuleik.
Það 9 lokkin 1:35. Spurningar við nappa síðan hérna Guðnýju smá spjall á eftir. Já, klárum út á fellu, svona eitt í streymi á áhorfendurnar og allt það. Þá ekkert annað að gera heldur en að bara græja fyrir verðlaunaafhendinguna. Það verður þá Valgeir Rún formaður sambandsins og Þóra Rinn. Ég ætla að tala aðeins við þig í hátalarinn og streymið. Heyrðu, til hamingju með titilinn. Takk fyrir. Spurði Haffaði, ég held að hann var alveg með svari á tæru fyrir hérna PLS. Veist þú númer hvað þessi titill hjá ykkur í titil? Nei, ég maður ekki. Sigga mann var frekar. Sigga mann, Já, Sigga ok. með þetta til henni. Ekki tala bara fyrir það. Nei, við Nei, talum við nei, þig. það er Þú, það var nú talað við þig líka svona inn á milli. Ég er alltaf bara lindið þessu eitthvað. Þú kemur inn á eftir fyrstu umferðina. Var það ákveðið að byrja þetta svona og sjá bara til eða var... Við höfum verið að skipta svona svolítið eftir hver spila best eða síst eða svona eftir í líka hvernig við fílum stuðið sko. Okay. Þannig að það var eiginlega alveg ákveðið að ég fær inn á í leik 2. Já. Okay. Heyrðu, þetta var nú ekkert neitt rosa mikið spurning á okkur. Við klárum þetta í öðru leik hérna í loka úrslitunum. En bara takk fyrir að spjalla við okkur og til hamingju aftur. Áverðarverðlaunaafhendingin og byrjum á IR L. Svo sjá hvort þið komist þannig í. Og Íslandsmeistarar 2026 IR Ára IR-PLS, Íslandsmeistarar 2026. Svo er það þá dollurnar góðu, það er hérna faraldbyggarinn og eignabyggar. Þá tökum við myndir. Já, ég veit allt um það. Það er ekki minnst ekki það.
Og það er Valkyrjur í öðru sæti. Svo heldur bókaldinu rétt líka, þá var það IR Elding sem var í 3. sæti, en það sem er ekki keppt sérstaklega komast inn í þessi úrslit, þá fengu þær verðlaun og peninginn hérna á lokaáinu. Þjafn ykkur aðeins saman og horfa í símana. Ekki alveg svona langt. Þá fáum við stráka með upp á sviðið aftur til þess að taka myndir. Það er hann Mikki, hann er hann. Já, en það er bara mér að kenna. Eða Spurning hvort eru þið til í að fara í tvöfalda? Komið þið hérna bara fyrir neðan. Það var aðeins nær. Herru, þá er þetta komið okkur. Takk fyrir að fylgjast með þessu. Til hamingju, ég er TT og ég er PLS með titilinn. Og þau svo sem báði fyrir Valkyrjum og ég er all fyrir þeirra spilir í þessu móti. Og þakka ykkur fyrir að horfa á þetta. Næsta vers verður bara einhvern tímann í skal ég segja ykkur í haust þegar við förum að byrja vetrardagsskrána. Við tekum okkur út í kvöld. Takk og bæ.